þetta ég. Hæ, ég heiti Kiddi, alltaf kallað Kiddi, einu skiptin sem ég kallaði Kristinn, síðast skiptin sem ég var kallað Kristinn, ég var 11 ára, ég var nýbúinn að brjóta vasa inn í stofu hjá mömmu. Alltaf Kiddi Haflega, ég framkvæmdastjóri hjá Vaxa Technologies. Vaxa þetta logoið okkar, hitt logoið var frá fyrirtæki sem heitir Hárækt, sem alveg brilljant fyrirtæki sem að rækta gras eða salat og selur undir vörumerkinu Vaxa. Við heitum Vaxa Technologies og við erum á jarðhitagarði ON við í Ölfusi. Þannig að bæði fyrirtækin ógeðslega kúl. Rétt upp hönd, þið til í að rétt upp hönd fyrir mig ef þið vitið eitthvað smáþörunga? Nei, þið til í að fara út á meðan ég heimspekingur að mennt, ég veit ekkert smáþörunga. Ég kem inn í þetta tiltölulega svona fresh. Vaxa tæknifyrirtæki. Við fundum upp, við hönnuðum, við byggðum og við erum núna að reka kerfi, plattformkerfi til þess að rækta smáþörunga. Þetta kerfi heitir E2F, Energy to Food, orka í mat. Og í þessu kerfi getum við ræktað nánast hvaða smáþörung sem og við getum búið til fullkomnar aðstæður fyrir þann smáþörung. Sem þýðir að bæði verður framleiðnin í kerfinu okkar verður umtalsvert betri heldur en þekkist í þessum smáþörungaheimi og gæðin í smáþörungunum verður umtalsvert meiri. Það engin galdur, við erum ekki að nota erfðabreytta þörunga en svoleiðis, það bara við getum gefið þörungunum fullkomnar aðstæður. Þegar við segjum orka í mat, þá erum við raunverulega að tala það að við erum upp á Hellisheiði að rækta bíómassa sem að við getum notað sem mat. Og svona spurningin eða við fáum yfirleitt svona smá annaðhvort glott eða menn skilja ekki alveg hvað við eigum við með að segja þegar setja það í mat. Út af því að vissulega það sem við tökum út úr kerfunum okkar græn drulla. Og fólk mjög erfitt með að hugsa af hvernig getum við borðað svona græna drullu, hvernig getur það verið matur. Við erum að gera nákvæmlega það sama og allir aðrir matvælaframleiðendur í heiminum. Matvælaframleiðsla í heiminum í dag við ræktum bíómassa, við skerum upp og við búum til mat. En þegar við ræktum þennan bíómassa á hefðbundnum aðferðum eins og til dæmis soja eða hveiti eða bygg, þá tökum við, út af að við erum búin að rækta við þessar aðstæður í svona síðustu 10.000 ár, þá tökum við skrefið þar sem að við prósesserum og vinnum bíómassan. Við tökum það bara út, við hugsum það sjálfkrafa. Þú uppskerð hveiti, við borðum ekki rótina af hveitiplöntunni eða stilkin af hveitiplöntunni. Við bara tökum þetta skref að auðvitað þurfum við að taka fræin, við þurfum að fara með þau í myllu, við þurfum að mylja þau niður og búum til innihaldsefni í mat. Hins vegar með smáþörunga, þetta ný hugmynd, þetta hefur aldrei verið gert. Vaxa nýtt fyrirtæki. Þess vegna tökum við ekki þetta skref sjálfkrafa. Það þarf að útskýra það og það fullkomlega eðlilegt. Auðvitað þegar við uppskýrum okkar grænu drullu, þá þurfum við að taka það, við þurfum að áframvinna það, við búum til innihaldsefni sem við notum svo í mat. Það það sem við eigum við með E2F. Allt sem við borðum, og ég veit ekki hvort við gerum okkur grein fyrir því, allt sem við borðum ljós. Og meira að segja, Guð sjálfur, hann fattaði það. Það fyrsta sem að Guð sagði
verði ljós. Ástæðan fyrir því allt sem við borðum ljós að allt sem öll matvæli sem við innbyrðum byggð á ljóstillífun. Hver mann eftir ljóstillífun úr 7. bekk? Yes! Það að segja, það eru til lífverur sem nota orku sem fá yfirleitt úr sólinni til þess að binda koltvísýring og vatn í bíómassa. Þetta ferli losar síðan súrefni. Þörungar eru ljóstillífandi lífverur. Við ræktum þörunga upp á Hellisheiði og spurningin af hverju þörunga. Ég biðst afsökunar, þessar glærur eru allar á ensku. Ef það einhver sem skilur ekki, þá getur hann komið til mín eftir og ég skal labba í gegnum þær allar og þýða. Af hverju þörungar? Þörungar eru raun og veru, eins og ég sagði, þeir eru frumframleiðendur. Þeir framleiða megnið af öllum næringar og snefilefnum sem við þurfum í mat í dag. Jafnvel þótt að við borðum dýraprótein eða dýraprótein sem eru að nærast á einhverju fisk eða hvað sem þá eru dýrin búa ekki til nema örlítið brot af þeirri næringu sem við þurfum. Næringin kemur úr þörungunum og það eru til fleiri þúsund mismunandi tegundir af þörungum. Við getum ræktað nánast hvaða tegund sem og þær eru, eins og ég segi, þær eru uppistaðan, eða þörungurinn uppistaðan af allri þeirri næringu sem við þurfum. En þá kemur spurningin, af hverju notum við ekki þörunga í mat? Og stutta svarið út af því að Vaxa bara nýtt fyrirtæki og verið nýbyrjuð. Stóra svarið að þetta held ég að vera nef að finna vonda lykt. Eitt að þörungar hafa mjög neikvæða upplifun. Það neikvæð upplifun við það að borða þörung. Þeir lykta illa, þeir bragðast illa, þeir eru yfirleitt ofboðslega dýrir. Það mjög dýrt að taka þörunga inn í matvæli og það munur á gæðum og framleiðni á þörungum eftir hvar á árinu þeir eru ræktaðir. Það þetta seasonality. Vegna þess að allir þörungar sem ræktaðir í heiminum ræktað í stórum landbúnaðarkerfum, alveg eins og við ræktum nánast allan mat sem notaður til manneldis í dag. Þannig að það sem þarf að taka einhvern veginn út fyrir sviga eða taka og hugsa matvælaframleiðslu og algjörlega nýjan hátt. Við þurfum að hætta að byggja á því sem við höfum gert áður, stór og mikið af landi, mikið af vatni. Við notum náttúruauðlindir eins og þær séu óendanlegar. Og það raun og veru E2F-kerfið byggir á því að við tökum hefðbundna matvælaframleiðslu og við hugsum hana upp á nýtt. Við plokkum út þörfina á öllum þessum resources auðlindir, náttúrulegar auðlindir. Og þá kemur spurningin, af hverju völdum við Ísland? Svarið mjög einfalt og það raun og veru jarðhitagarðurinn á Hellisheiði. Helga Kristín raun og veru útskýrði nákvæmlega hvað við gerum og af hverju við á jarðhitagarðinum. Þetta bara nákvæmlega það sem hún sagði. Við á jarðhitagarðinum vegna þess að þar getum við tengst beint við virkjunina. Takk. Við fáum marga orkustrauma, við fáum rafmagn, við fáum kalt vatn til þess að rækta þörunginn, við fáum heitt vatn, við fáum kælivatnið beint frá þeim, við leigjum landi frá þeim og ON búið að vera alveg ótrúlega indælt, þægilegt og gott og skilningsríkt gagnvart litlu startup fyrirtæki sem byrjaði í gámi, sjáu þið svarta gáminn sem þarna á miðri mynd.
Þar byrjuðum við. Þetta gámurinn sem var á myndinni hjá Helgu, sem var inni í garðinum á virkjunni. Við byrjuðum smá og enn kom og aðstoð okkur alveg gríðarlega, sýndi okkur raun og veru. Ég fatt ekki enn hversu mikinn skilning þeir sýndu okkur út af því við vorum svo rosalega heimsk þegar við vorum að byrja. Við gerum öll mistök sem hægt að gera, en við gerum þau strax og við lærðum að þeim, þannig að þess vegna erum við orðin stór núna. Þannig að jarðhitagarðurinn er ástæðan fyrir því að vaxa til. Allt kerfið okkar var hannað utan aðstæðurnar sem bjóðast á Hellisheiði. Hellisheiðarvirkjunin kom fyrst, jarðhitagarðurinn var til staðar. Við smíðum kerfið okkar utan það. Og núna og ég tek undir með Helgu Kristínu, að kerfið okkar þetta var opnað í National Geographic núna í nóvember með það sem var verið að tala kerfið okkar. Það rullukúl og það alveg ofboðslega flott gaman að koma þangað upp yfir og sjá kerfið í eigin persónu. Það er engin samur eftir að hafa komið og kíkt. Þannig að ef þið hafið áhuga, getu og vilja, þá þekki ég gaur sem hægt að hringja í til þess að fá smá túr. Og við raun og veru í kerfinu okkar, þá við komin þannig, við byrjuð að framleiða smáþörunga sem hafa enga lykt, ekkert bragð. Við getum framleitt þeim í þau gæðum sem þarf til þess að geta nýtt inn í hvaða matvæli sem og hérna eru nokkur dæmi hvernig við nýtum þörungun okkar sem innihaldsefni í mat. Það sem kemur síðan ofan á, og mér langar bara svona aðeins að monta mig, að vegna þess að við í fyrsta og eina skipti matvælarframleiðsla sem með neikvætt sótspor, þá við líka búin að fá vottaðar kolefniseiningar fyrir framleiðsluna sem við með. Þannig að við ekki bara að búa til bíómassa eða sem við búum til innihaldsefni til þess að nýta í mat, heldur við líka með kolefniseiningar sem bundnar framleiðsluna okkar upp á Hellisheiði. Og fyrir utan það, ég hlakka brjálæðislega til að koma í þetta lón upp á heiði, og þetta raunveruleg ljósmynd. Þessi norðurljós upp á Hellisheiði reglulega, þannig að það að baða sig í lóni og vera með þetta útsýni held ég að sé stórkostlegt, þannig að ég hlakka til. Við vaxa og alveg ofboðslega stolt og ánægð á að vera með það að vera fyrsti leigjandinn í jarðhitagarði ON á Hellisheiði. Takk fyrir mig.